Gríðarlegur fjöldi Íslendinga stundar líkamsrækt af einhverju tagi, en samt virðist svo vera sem þjóðin hafi aldrei verið þyngri en akkúrat nú og ekki ólíklegt að mataræði hafi eitthvað með það að gera. Við fengum kunnan íþróttakappa og næringafræðing til að varpa ljósi á brennslu og mataræði. Steinar B. Aðalbjörnsson heiti ég og næringafræðingur og í vísindahotnunni í dag þá ætlum við að skoða hvað kostar að hreyfa okkur í hitaeiningatalið og hvað það í mat. Og við ætlum að gera býsna skemmtilega tilraun og við höfum fengið hérna tilraunadýr, Sigurð Eggertsson, og hann ætlar að hlaupa fyrir okkur svolítið og hann ætlar að brenna hitaeiningum og svo sjáum við hvað það mikið í mat, hitaeiningum og í mat, og ég held að það komi svolítið óvart. Já, Sigurður, þú varst að hlaupa og brenna alveg heilum hellinga hitaeiningum, rétt í kringum 1000 ef við reiknaðum þetta rétt. Hvernig leið þér? Bara ágætlega, það miklu léttara svona hlaupa í sjónvarpi sko. Þetta klippið allt til og... Þeir eru með 3 svona... Dýrin til smáltíðir. Já, kannski ekki akkurat það sem maður myndi velja sem íþróttamaður eða svo sem æfir vel og er að reyna að bæta sig, en þetta samt sem áður mataræði fólks og einstaka sinnum þetta sjálfsögðu í lagi, en þetta svona máltíð sem maður verður að varast pínkulítið að vera með ekki of oft, en þess að ef við kíkjum bara hérna á þessa máltíð eins og pítsuna, hún nú reyndar svona skást þó að miður gott orð fari af pítsunni, að þá í þessum 2 pítsusneiðum sem eru svona cirka 240 grömm samtals, 120 hvor, það eru svona cirka milli 550 og 600 hitaeiningar. Þú varst að eyða í kringum 1000 hitaeiningu, þannig að... Ég get, fengið meira, jafnvel. Já, þú gæti fengið meira, en þarna ertu líka með kókglas og segjum að þú drekkir halvan lítra af kóki, kóladrykk, að þá eru það svona cirka 220-30 hitaeiningar, þannig að þá ertu komið með hátt í 800 hitaeiningar ef við reiknum þetta saman. Og þá fer það að vera býsna góð máltíð sem að kofvera þá í raun og veru hreyfinguna þína sem þú varst í áðan. En við megum ekki gleyma því, ég verð að koma að því að við erum að tala um þetta, að svona myndi ég náttúrulega aldrei mæla með sem næringarfræðingur að þú myndir borða eftir æfingu, en þess að á æfingunni, og sérstaklega erfiðri æfingu eins og varst á áðan, flott að fara 10 km á rétt undir 50 mínútur, virkilega gott, að þá þú brennir þar kolvetni, þú notar sérst kolvetni til þess að hreyfa þig, og það að bæta síðan á tankinn á líkamann öðru heldur nú brennir, það sé þú brennir kolvetnum, en hérna að mestu leyti fita. Það svona eins og keyra á díselbíl til Akureyrar og fylla síðan á tankinn þar af bensín. Það virkar ekki. En svo förum við yfir í kjúklingabitana, þá ertu komin í svolítið juicy stuff sko. Þá erum við að tala um að svona 3 bitar gætu verið bara þessir einir, þú myndir bara þá myndir alltaf borða líka franskar og kókteilsósu og drekka kók með. Þá eru þessir bitar, þeir gætu verið að rokka svona milli 7 til 900 hitaeiningar. En þetta ekkert upp í nös og ketti eftir 10 km. 3 bitar, á maður ekki það. Ég hef alltaf haldið að maður ætti að hakka í sig einhverju. Þetta var einmitt skammturinn eftir 10. Já, það er náttúrulega kannski eðlilegt að maður reyni að setja á tankinn svona cirka það sem maður, og kannski rúmlega það sem maður var að brenna, sko. En þá það líka að vera á réttu formi, þannig að þú sért að setja inn í líkamann það sem þú varst að taka út á æfingunni. En hamborgarinn eins og hann hérna og hérna með hamborgar og sósu, þetta alveg löðrandi í hamborgarsósu, það ekkert verið að spara. Og svo kókteilsósu með frönskonum, að þetta orðið mjög ríflegt. Þetta alveg 1200-1300 hitaeiningar. Og það orðið ansi mikið. Fyrir svona meðalmanninn, þú náttúrulega brennir miklu, þú ert að æfa mikið, allan að þegar þú ert ekki meiddur. Þú brennir miklu, en fyrir svona meðalmannin eins og mig sem kannski að brenna 2500 hitaeiningum á dag, þá séu það að þessi diskur, og reyndar þessi líka væri franskar og svona með þessu líka, þá ég komið með helmingin af þeim hitaeiningum, af þeim mat sem ég þarf þann daginn, og það bara í einni máltíð sko. Og af hverju fitnar maður, eða svona almenningur, af hverju fitnar almenningur, af því hann borðar meira af hitaeiningum, meira mat heldur hann brennir í hreyfingu. Það svona ákveðin gluggi eftir æfingar sem mjög mikilvægt fyrir íþróttamenn að hafa í huga. Líkaminn er mjög góður í að taka upp, þar að segja frásóga úr matvælum í meltingarvegi öll efnin sem hann þarf strax eftir æfingu. Þannig að svona 30-60 mínútur eftir hverja æfingu og keppni eða leika eitthvað slíkt, þá mjög mikilvægt að sinna næringunni, mjög góðri næringu. Þannig að það mjög mikilvægt að hafa ekki í huga að hvað þú ert að gera á æfingunni og síðan hvað þú gerir eftir æfingu. Þetta sammála því?
Ég er mjög sammála á öllu sem þú segir. Það ekki? Jú. Ég sé það, þú heldur áfram að éta. Já. Þú náttúrulega verður búin að setja þetta niður. Já. Núna eftir smástund ég sammála. Ok. Já, smá eftir.